Ferðamál á Íslandi, rannsóknir og raunheimar hlaðvarp málefni ferðaþjónustu og ferðamennsku á Íslandi. Við Gunnar Magnús og Madalena erum öll kennara og rannsakendur í ferðamálafræði við Háskóla Íslands og erum gestgjafar þáttanna. Og við ætlum að fá til okkar fólk af ólíkum vettvangi til að ræða allt milli heims og jarðar sem viðkemur ferðamálum. Velkomin í hlaðvarp ferðamál á Íslandi, rannsóknir og raunheima. Gestgjafar í dag erum við Madalena og Gunnar. Og eins og alltaf í podcast okkar erum við með góði gesti hér í stúdíu sem samstarfskona okkar Anna Karlsdóttir. Velkomin Anna. Takk fyrir. Anna dósent í mannvistarlandfræði og ferðamálafræði og Anna, eigum við bara að byrja og þú segja okkur aðeins frá þegar bakgrunnir þitt, starf sitt, lífið þitt. Já, ég get byrjað að ég segja að það var eiginlega kannski bíldið tilvíljunum háði ég fór í landfræði. Ég var nefnilega, ég tók eiginlega allt mitt nám í Danmörku, háskólanám og var við Hróarskelduháskóla og var búin að vera þar í svona breiðri þjóðfélagsfræði, félagsvísindum og ákvað að fara í opinbera stjórnsýslu til að vera svo agalega hagsýn. En mér leiddist lögfræðin alveg agalega og á þessum tímapunkti í lífi mínu þá vissi ég ekki hvort ég myndi nokkru sinni flytja aftur til Íslands og var nú kannski með smá trega í þá átt og fann í landfræðideildinni rannsóknarsetur sem byggðafræði Norður Atlantshafssvæðisins. North Atlantic Regional Studies og ég bara fór og heimsótti setrið og fór svona að spjalla við fólki sem var að vinna þar og bara hugsa, þetta bara landfræði, ég þarf að taka landfræði. Og þannig eiginlega þannig æxlaðist það, en það var svo líka reyndar annað sem að ég var með alveg rosalega svona inspirerandi kennara í hluta af opinberu stjórnsýslunni sem heitir Lars Fuglsang og hann var að kenna okkur svona eiginlega hvernig að þjónustugreinar væru að verða mikilvægari í svona samfélagsumbyltingum sem þá voru að verða. Vorum að fara frá iðnaðarsamfélagi eða svona framleiðslusamfélagi yfir í þjónustusamfélagið og hann var svona að setja okkur inn í fræði sem að fjölluðu einmitt svona National Innovation Systems, Regional Innovation Systems og í mér fannst svo forvitnilegt að stúdera af hverju eru til dæmis sum svæði svona, hvað maður að segja, framarlega í ýmsum svona ýmissir nýbreytni og af hverju meiri dýnamík í sumum samfélögum en öðrum og það var eiginlega svona kannski efnislega ástæðan fyrir því að ég var skotin í landfræði. Svo bara læri ég þar og svo flytti ég til Íslands og þá sjálfsmynd mín að vera landfræðingur. Ég hef alltaf kallað sjálfa mig landfræðing eftir að ég var með próf upp á það. En og ég var byrjuð doktorsnámi þá sem ég fengi styrk frá danska vísindaráðinu að skoða sjálfbær þróun í samfélögum á norðurslóðum. Og mitt svona, ég hafði verið bara að skoða sjávarútveginn beggja vegna Atlantsála og svona hvernig að þessi svona sjávarþorp voru að breytast. En ég var meira að skoða hvernig fyrirtækin var að breytast. Og svona eftir smá, eiginlega kannski svolítið langa tíma áttaði maður að ég hefði bara eiginlega miklu minni áhuga á viðskiptahliðinni heldur en á bara svona mannlífinu í þorpinu. Og þá fór hugurinn meira að snúast bara hvernig til dæmis svona fjölskyldur voru til dæmis að strategisera sín málefni í svona staðfélagi sem var svona mikið háð breytingum og það hefur auðvitað breiða tilvísan líka til svona bara framleiðslu greinana almennt, þá landbúnaðar líka og ég lét lokka mig það sem var náttúrulega mjög áhugavert að byggja upp nýtt nám við hvað sem var titlaðan landbúnaðarháskóla á Hvanneyri
sem hét umhverfisskipulag sem var svona environmental planning og mitt hlutar þar í teymi var að reyna að fá inn þessa landfræðilega vita mitt sko að þetta svona dreifbýli norðursins var að breytast svo ört í atvinnuháttum og menningu og hvaða svona atvinnugreina tækju við. Og það rímaði ágætlega við mitt doktorsverkefni raunverulega eftir á að hyggja. Því að sem svo fjallaði einmitt eiginlega svona hlutverk kvenna og fjölskyldna í þessum breytingum við sjávarsíðuna. Og ég er sennilega haldin einhverju svona, hvað segir maður, athyglisbresti, allavega að segja sonur minn það og ég var alltaf að mæðast í mjög mörgu í einu. Og ég byrjaði að vera stundakennari við HÍ árið 2000 held ég, frekar en 2001. Á sama tími eins og þú varst að skrifa. Já, á sama tíma var að skipuleggja þetta og það var Guðrún Gísladóttir heitin sem var prófessor í landfræði sem að svona plataði mig yfir og ég fann auðvitað að ég var svona hjarta mitt var miklu meira í landfræðinu en í umhverfisskipulaginu. Og á endanum að þá var hér fölstað og ég sótti hana og fékk árið 2002 en þá var ferðamálafræði við Háskóla Íslands kennt í diplómanámi og það var bara einn kennari, Anna Dóra Sæþórsdóttir og ég kem þannig inn í hálfa stöðu í ferðamálafræði og hálfa í mínu eigin fagi mannvistarlandfræði og ég var svona, Guðrún var sko mikið að segja mér, því ég meina það sem þú ert að gera það er svo tengt sko ferðamálunum að því að það eru þessar samfélagsbreytingar og þú veist þetta og ég var líka sjálf einmitt að hugsa sko, ég meina mjög mikið af þeirri nýbreytni sem að síðan er að koma í stað sko sjávarútvegsins svona aðal burðarrásar þessara litlu þorpa voru oft ferðamálin. Já. Þannig þetta, já, hvað segir maður á slæmri íslensku meika alveg sens og alveg frá upphafi þá var ég meira að horfa á sko bara greinina hvernig hún var að þróast alþjóðlega og svo þá það sem að kalla á ensku sea-based tourism eða marine tourism og mjög fljótt að þá fór ég að huga að bæði náttúrulega, já, í svona menningar landfræðilega hvernig sjálfsmyndin að breytast gagnvart því að til dæmis allt inni heimamenn að horfa það að landslag og fallegt útsýni sé bara eitthvað virði að burðar á samfélaginu áður var bara svolítið eins og menn kölluðu vinna, éta, sofa í þeirra mest var að gera á þessum verstöðum Íslands en þarna var allt innu svona hugarfarið að breyta mjög mikið og mér fannst það vera mjög áhugavert ferli að fylgjast með í því og svo svona tók hugum mig meira og meira að horfa á hlutverk skemmtiferðaskipa í þessari framrás ferðamálana ekki bara á Íslandi heldur á norðurslóðum öllum af því að sko ég árið 1996 þá plataði prófessorinn minn mig til þess að vinna með Grænland hann hafði unnið marga áratugi með Grænland og í fyrsta verkefni sem ég fekk í hendurnar var að ég var að skoða hlutverk verkmenntunar eða vocational training í svona skills enhancement eða já bara hæfni þróun á Grænlandi og þar var auðvitað mjög margt svona dönsku slegið vegna þess að það voru þá bara 20 ár síðan að þeir hafa fengið heimastjórn og þannig að var allt mjög svona einkennandi danskt en að það sem var forvitnilegt var að reyna að átta sig á hvernig Grænlendingar sjálfi myndu vilja haga svona námi að því að þeir eru náttúrulega sjálfi bara rosalega hafa alveg ótrúlega verkþekkingu bara á sínu umhverfi en það verkefni fór nú ekki svo langt á sínu tíma en svona já, eftir á að hyggja hafa fylgst með í ólíkum verkefnum á Grænlandi þá hef ég alveg orðið svolítið svona
hvað sem maður, langa þekkingu, nei, já, eða svona innsýn í það samfélag yfir lengri tíma. Og það kannski svolítið áhugavert sko að kannski áður kom meira skemmtiferðaskipunum sem hafa verið mikið umræðan hér á Íslandi á síðustu árum. Já. En vegna þess að þú kemur inn í þetta umhverfi svona þarna aldamótin, svona fullum krafti og eins og lýsir svo vel sko að það svo mikið að gerast þá. Já. Mikið svona gerjun og svona einhvern veginn nýr tími svolítið að taka við af gamla tímanum einhverju leyti svona allan þegar maður horfir tilbaka að og þú ert búin að vera að fylgjast með náttúrulega norðurslóðum síðan þá. Hvernig svona horfir það við þig? Bara staða norðurslóða en líka bara hvernig samfélögin hafa verið að ganga svo gegnum þessar breytingar sem þú varst að byrja að fylgjast með þarna. Já. Hvernig svona, getur þú málað upp? Það er rosalega margt breyst, en það er líka ákveðin svona stuðla sem hafa haldið sér alveg. Já. Og svona fræðilega séð, þá vorum við nú bara freka fámennur hópur svona bara, ég myndi segja, á norðurskautinu öllu, svo vorum eitthvað að vinna sko með samfélagsbreytingar á norðurslóðum. Já. Og það voru kannski svona handfylli af Rússlands expertum og það var handfylli af Grænlands expertum og handfylli af, þannig að það var svona svolítið öðruvísi fræði heimur. Síðan má segja að með aukin umræð eftir 2004 eftir Asía-skýrsluna, Arctic Climate Impact Assessment skýrsluna, þar sem að verður svo deginum ljósara hvaða þessar svona loftslagsbreytingar örar á norðurskautinu, þá bara einhvern veginn eins og þið vitið svona eins og flugur á haug, þá bara kemur alveg sko hundruðir og þúsundir fræðimanna og sérstaklega ekki síst náttúruvísindama fólks fyrir að fókusera á þetta svæði og svo held ég til dæmis að ráðstefna sem að Ólafur Ragnar Grímsson kom á legg hér á Íslandi, Arctic Circle, hafa haft verulega mikið að segja kannski ekki síst svona viðskiptalegan áhuga á norðurslóðum en líka fræðilegan og þannig að ég sé alveg sko að ég meina bara til dæmis sem dæmi að þá það er svona ákveðnar hættur sem að felast í þessu svona, nú ég að taka þetta kannski út frá svona rannsóknunum meira að það eru auðvitað að fara að gæta ákveðna þreytu í sem svona dreifbílar í samfélögum norðurslóða því að þetta er bara svona ofur rannsakað, þannig að aðal ferðamanna straumurinn er bara hreinlega fræðimenn sem að vilja taka viðtöl eða taka sýni eða eitthvað í þeim dúr sko og bara sem dæmi þá voru held ég 300 alþjóðlega rannsóknir í gangi árið 2023 á Grænlandi og það er rosa mikið þannig að það er ekki skrítið að sum af þessu samfélögum sem eru auðvitað gamla nýlendur og hafa verið að líka einhvern veginn að berjast fyrir auknu sjálfstæði en opaslega ofta á forsendum gömlu heimsveldana að þau svolítið svona spyrni núna við og Grænlendingar hafa til dæmis mótað sér sína eigin rannsóknarstefnu í kjölfar þess að Inuit Circumpolar Council árið 2021 gaf út mjög svona harða skýrslu að þetta væri svona ákveðið líka arrán sem væri að eiga sér stað með öllum þessum alþjóðlegu rannsakendum sem kæmu bara tækju eitthvað svona evidence og síðan gæfu raunverulega mjög lítið tilbaka til þessar samfélaga. En stuðullin, svona ég sé að rauðþráðin er sko að þrátt fyrir allar þessar breytingar sem hafa átt sér stað að þá er það sem er mest alltaf í fókus, bæði svona í raun og sem prospekt eða svona eitthvað svona framtíðar möguleikar, það er auðlindanýting. Bæði úr jörðu þá námagröftur og svo hvað segir maður úr sjó en og svo það sem kannski er þá nýtt að vægi ferðamennskunar hefur aukist allverulega og við sjáum það bara á því hver vöxtur ferðamanna til afskekktra svæða á norðurskautinu er.
Og hvað myndir þú segja þessi skemmtiskipaferðamennska, hvaða áhrif á þessi á samfélag? Af því að þú varst að tala áðan dynamics of samfélag. Hvað myndir þú segja hér á Íslandi? Ég var einmitt að skoða, ég byrjaði þarna að skoða þetta því ég var eina af stofnfélögum Cruise Iceland sem var 2004. Það var stofnað þannig að byrjun árs 2004. Og þetta fyrirtæki eða? Nei, Cruise Iceland svona eins og Cruise Europe og og Cruise Norway, þetta eru svona hagsmunasamtök komu skemmtiferðaskipa, þetta eru oft samanstendur af þá til dæmis hafnarstjórunum og bæjarfélögunum sem að taka á móti skemmtiferðaskipum, líka þeim fyrirtækjum sem eru að þjónusta skemmtiferðaskip. Og það voru svona svolítið öflugir kallar Ágúst á Faxaflóahöfnum og Pétur á Akureyri og Muggi á Ísafirði og fleiri sem að stofnuðu þessi samtök. Og ég var með þessu og í kjölfarið þá var mér falið að gera rannsókn til 3 ára á svona hug þessara ferðamanna sem komu til Íslands á skipunum til bara Íslands og norðurslóðar raunverulega. Og það var mjög forvitnilegt og ég fékk það var nemandi sem hefði mikinn áhuga að vera með mér í þessu, hún Sunna Þórðardóttir sem núna situr nú með ferðamál í ráðuneyti menningar og viðskipta í dag og við vorum stóðum á Akureyrarhöfn og vorum í góðri samvinnu við skipafélögin sem voru umboðsmenn, Eimskip og Samskip og Gára og fengum að setja svona spurningakannanir í klefana borð. Og þetta er svona rétt áður en að stórar alþjóðlegar reglugerð taka við það sem að þið fóru að skerma af þessi hafnasvæði bara vegna öryggis og tollamála. Þannig að það var svona aðgengi okkar að skipunum var óvenju gott þarna þessi fyrstu ár og að líka starfsfólki skipana. Í dag er þetta eiginlega ekki hægt því það er búið að búa til svona móttökumiðstöðvar en já, svona eitt lit og öðru og svo á ári hvað kallast það heimskauta ári í vísindum árið 2007-2008 þá var ég allt í einu komin í miklu starra amerískt verkefni sem var fjármagnað NSF þar sem við vorum að skoða svona þessar stóru breytingar á norðurskautinu samfélagslegu og bæði hvað var það búferlaflutninga og lýðfræði og sjávarútveg og ég ásamt fyrir ferðamálastjóra Alaska við vorum með þennan ferðamálahluta sem fjallaði það að safna gögnum þvert á norðurskautið. Líka á Íslandi? Já, Íslandi, Rússlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Grænlandi, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og svona þróun ferðamála og þá var þetta svo ótrúlega augljóst að skemmtiferðaskipin voru í svo örum vexti sem þar segja skemmtiferðaskipa komur að þetta var bara svona glóbalt séð mjög áhugavert viðfangsefni. Nú að því að ég ætlaði að byrja á því að segja ég var akkurat að skoða yfirlit frá held ég 2005 þar sem að því ég greinilega skráð alveg hvert og eitt skip og ég staði á höfninni og verið með svona dagbækur. Þetta er gaman að kíkja á þetta núna 20 árum síðar og sjá að meðal stærð skipa sem voru að koma til dæmis til Reykjavíkur, Grundarfjarðar og Ísafjarðar á þessum árum og Akureyrar voru þarna frá svona skipum með 200 farþega og upp í kannski 600 max. Ok, og núna er þetta... Og við erum að sjá í dag skip sem eru að koma allt upp undir 4000 farþega. Og þá eru náttúrulega ekki áhafnirnar talda með, af því það eru kannski þá 2000 eða eitthvað svoleiðis. Þannig þetta er hann að geysilegur fólksfjöldi og það fylgir þessu bæði náttúrulega miklar áskoranir varðandi bara öryggismál ef eitthvað kemur upp á og það hafa verið gerðar svona
vá og aðgerðar áætlanir og það hafa verið sko við Grænland til dæmis svona search and rescue æfingar þar sem menn að prófa að mismunandi til dæmis ef það kemur upp eldur borð eða við reyndar náttúrulega í raunheimum fengið ákveðin áföll, það var náttúrulega strand þarna við norðaustu Grænlandi í fyrra og það hefði getað farið mjög illa og svo náttúrulega hafa hér verið fréttir mitt skip sem að næstu því skemmtist við bara komið í höfn sko vegna áveðurs. Það er ýmsar hættur fyrir utan auðvitað matareitranir eða heimsfaraldra og svona sem geta komið upp í svona skipum með svona mikinn fjölda fólks og þá hvernig ætlum við að taka stáið það í landi og það bara mikil áskorun. Nú hinn áhrifin af skemmtiferðaskipum auðvitað að með þessum mikla aukna fjölda og auknum komum líka að þá svona þolrif íbúa á svæðinum að það verið að reyna á þau og við höfum orðið vör við bara alveg í núna næstu því 8-9 ár svona neikvæðari umræðu í garð þessarar tegundar ferðamennsku. Og Ísafirði að því ég nú svolítið fókusir á það bæði í að leiðbeina nemendum líka bara sjálf í rannsóknum að þá eru sennilega það var svona 2016 sem að fór að verða vart umræðu þar sem að íbúar sko voru að kvart undan því að fólk var að kíkja á glugga þarna í gamla bænum. Já, eða líka ég herri það ekki hægt fyrir íbúa. Það bara kynni sig ekki sko. Já, eða bara íbúa geti ekki lengur bara kaupa mat. Já, það væri svo mikil örtröð í bænum þegar og væru þessi stóru skipadar sko, en svo verður kannski svona umræða svolítið öfgafull að því leyti að það eins og þetta sé það eina sem að komi skipunum við sko, en raunverulega kannski þessi stóru skipadar þar sem að fjöldi fólks yfir 7.000 á einu degi eins og á Ísafjörð sem auðvitað allt of mikið. Þeir eru kannski 2 eða 3 af 4 mánaða tímabili sko. Hversu margir íbúa eru í Ísafirði? Það eru ég man ekki alveg en það sko það allavega sko hún 2 eða 3-faldast byggðin sko þegar á þessum stóru skipadöfum þannig að það mjög mikið og þetta ég hef líka verið að skoða á Grænlandi og það alveg sömu svona sama óþólið þegar kemur á þessu stóru skipadöfum og nú sé ég það eftir COVID eða heimsfaraldurinn sko að það að verða ákveðin svona bylgja breytt hugafar í að hversu mikið þetta getur verið eða það að segja ég sé svona alveg svona fyrstu 20 árin þá voru menn mjög mikið bara svona fannst að já það nú gaman að allir hafi áhuga á þessum heimsluta og okkar fallega svæði og það var svolítið hugafarið en eftir COVID þá hefur farið að gæta svona meira þess að hugafars en megum við ekki alveg ráða því hvernig þessi tegund ferðamennsku þróast hér hjá okkur. Og akkurat til að fylgja því eftir sko, hvernig finnst þér þá stjórnvöld á þessum svæðum til að mynda sveitafélögin sem oft allan hér á landi ráða höfnunum grípa í þetta og svo á hinbógin fyrirtækin sem ræðir eru þau að einhver leiti að verða meðvitaðir þessa raun og veru áhættu og áhættur vegna þess að ég bæði þessi svona félagslega óþóla eins og nefnir en líka bara öryggismálin vegna þess að við vitum líka bara í vegna loftslagsbreytinga þá eru nýjar skipaleiðir að opnast og þess að hvernig svona stemmingin þarna? Sko, ég held að þetta muni kannski taka svolítið tíma að við sjáum kannski heilt yfir einhvers konar svæðisbundnar stefnumótanir fara að hafa áhrif. En það eru í gerjun mjög víða eins og ef að það þá ekki búið að móta svona allavega þessar frumstefnur
og við sjáum til dæmis í Ísafirði að þeirra stefna, hún mótaði strax í fyrra, það reynda náttúrulega tók eitthvað 10 ár sko, raunverulega þangað til þið gerði eitthvað í máli og voru búin að tala þetta í svona, já, alltaf reglulega þarna þessi 10 ár og þá sko viðmiðið að það megi ekki fara yfir, ég held að sé 7.000 eða eitthvað svo leys á dag sem og sérst að ef að það séu bókanir til dæmis, að því að nú bóka þessi skipafélag oft 2 ár fram í tíman sko, þannig að það á nú að vera alveg nógur viðbragðstími til þess að segja að heyrðu það bara uppselt þennan dag, getur við hnikað þessu eða kannski farið á nágrannahöfn eða eitthvað sko það svona stefnumótun í gangi eða komin á í til dæmis Ísafirði og Akureyri þetta líka viðmið. Svo veit maður ekki, held að sé svolítið í höndum hafnarstjóra á þessum svæðum sko, hvernig þeir eiginlega taka á þessu, þannig maður má segja þetta er svolítið svona flexible eða sveigjanleg policy eða stefnumótun, en annars staðar þá verið að taka öðruvís á þessu. Í Noregi, til dæmis Vestur-Noregi, þar eru verið að innleiða reglugerðir sem taka á sko eldsneytismálum og það held ég sé fyrir sig að það muni verða kannski ákveðnar aðgerðir eða allavega svona meðmæli með stefnu svona framtíðarinnar að það verði stefnan taki mið af því að taka á þessu með eldsneytismáli, því það er náttúrulega hræðilegt að mörg af þessum skipum eru ennþá bara keyrð á frá olíu eða svona, já. Og svo hafa töluvert af skipunum tekið upp þessu nýju sko eitthvað skona millibils ástands eldsneyti sem er sko LNG eða liquid natural gas sem kemur úr bara rosalega eyðileggjandi borunum í Kanada, svona fracking en það svona hefur eitthvað aðeins betri ímynd heldur en hráolía, svona hvað varðar losun og mengun en já, og svo náttúrulega eru skipin að menga við höfn að því að þau keyra á eldsneyti að því að það er ekki aðgengi að rafmagni en þessi svona aðstæða til þess að setja þau í sambandi rafmagn ekki til staðar nema bara í fáum höfnum enn sem komið því þetta svo dýr búnaður. Við veit til dæmis að í Akureyrarhöfn að menn verða að reyna að ná fjármagni inn, þetta eru margir milljarðar sem þetta kostar bara að setja upp svona búnað við höfn. Þannig það er svona nú man ég ekki alveg hvar við vorum þessar pólísíur sko, og svo sé ég það líka að sko það er að verða samnefnari margara að setja á einhvers konar gjöld sem eru sér sem sagt eru alveg sér miðuð að skemmtiferðaskipunum Grænland til dæmis að taka það upp aftur, þeir voru með sko, þeir settu skatt á farþega 2005 til 2010 held ég, ef ég man rétt en þeir hættu sko að því þeim fannst þetta vera hafa áhrif á fækkun skemmtiferðaskipa og núna eru þeir aftur að huga að því í Alaska eru líka verið að skoða bara svona meira að snúa við hvað maður að segja, hverju það eru sem að ákveða hvernig þessum komum háttað og ná þá valdinu svona í heimabyggð. Já, af því að þetta er auðvitað, sko, hafnargjöldin sem að koma inn eru mjög há miðað við það sem að til dæmis bara við að fá af hafnargjöldum úr öðrum skipakomum, bara eins og úr fiskiflotanum eða kargóflotanum. Já. Þannig að þetta sko fyrir sveitafélög sem að horfa fram á rekstur hafna og viðhald hafna og allt þetta, að þá þetta auðvitað ávinningur. En svo verður þetta vega þá meta í samhengi við annað og í þessu tilviki að þá
náttúrulega mjög óæskilegt ef að á þessum stutta tíma þar sem að háönn ferðamála á sér stað að einhvern veginn skemmtiferðaskipin bara ryðju öllum öðrum möguleikum til atvinnustarfsemi í ferðaþjónustu út af borðinu. Hafi svona óæskileg ruðningsáhrif. Þannig að ég held að menn séu líka farnar að átta sig meira á því að tekjurnar eru fyrst og fremst þessi hafnargjöld en kannski ekki svo mörg önnur margföldunar áhrif eins og önnur tegund ferðamennsku gæti haft. Þannig að, já. Það er svolítið erfitt líka. Já, það getur verið erfitt en það er alveg hægt ef að það mótu nægilega skýr stefna þetta. Að til dæmis bara þegar að við erum komið með þetta mikinn fjölda áætlaðir að koma á að því menn hafa þetta yfirleitt með góðum fyrirvara að þá er bara uppselt. Og að það sé í höndum þá staðfélagsins eða sveitafélagsins að ákvarða það að því að sko svona lítið sveitafélög miðað við alþjóða samsteypur sem að þessi skipafélög eru hluti af þá náttúrulega þetta svona samningsvald, það er svolítið svona mikið ójafnvægi í því. Við vitum það bara sem að búum í kapitalísku samfélagi, þú veist, þetta er bara eins og Davíð og Góliat, sko. En það verður að breyta þessu ef að við ætlum að varða eitthvað skona sjálfbara þróun ferðamála. Samt mjög flókið mál. Já, mjög flókið til að finna lausn fyrir þetta. Mjög. Það er líka mjög stort og flókið þeim að finnst með. Örugglega hægt að ræða þetta endalaust. Einmitt, akkurat. Annað tíminn okkar er að líða. Já. Og ég ætla að spyrja þig á því að þú varst með starf hjá Nordregio í nokkra ár. Getur þú kannski sagt okkur nokkra orð um þessi í lókinni? Já, ég var árið 2014, þá ég byrjaði 2015, réðasti til Nordregio sem ein rannsóknarstofnana Norrænu ráðherranefndarinnar, staðsett í Stokkhólmi og fer með svona rannsóknir og þróun í byggðamálum og skipulagsmálum á Norðurlöndum. Og ég var á því þangað vegna þess að það vantaði svona fjölfræðing með reynslu af norðurslóðamálum. En þú varst samt á Íslandi? Nei, ég flutti 2015 til Stokkólms og vann þar og ég tók við stórri rannsókn sem fjallaði svona framtíðar horfur dreifbýlissamfélag á norðurslóðum. Var stór rannsókn með mjög áhugaverð en það var eiginlega kannski það að ég stóð fyrir svona ungmennarannsókn á norðurskautinu. En já, og síðan svona leiddi eitt af öðru, ég sá fyrir ráðherranefndina sjóð sem hét Nordic Arctic Cooperation Program, norræni norðurslóða samstarfssjóðurinn og þannig ég kom þannig að ýmsum ferðamálum að svona styðja við verkefni. Ég auðvitað ákvað það ekki, það var embættismannanefnd norðurslóðamál sem ákvað, en ég svona sá að fá umsóknir rýndar og svona, það var bara mjög gaman, þannig ég kynntist náttúrulega rosalega mikið því sem var að gerast á norðurskautinu í kringum það og svo var ég líka þessi 8 ár sem ég var á Nordregio og þá hvað segir maður, koordineraði ég, þá var ég Varst samhæfari? Ég var samhæfari fyrir embættismannanefndir Norðurlandana byggðaþróun og dreifbýli og þetta voru þær voru skipaðar til 4 ára í senn en ég samt náði að klára eina vera með eina alveg heilt tímabil og svo byrja á annari, þannig að maður segja að við komið að 3 embættismannanefndum þessar nefndir og Nordregio sjálfur sér líka, ég meina að einhverju leyti svona
er ekki rétt skilið, svona ætlað að styðja við upplýsta stefnumótun og stefnumörkun í alls konar málum, Einmitt. en það er svona að byggja brú á milli með embættismannakerfisins og stjórnmála. Jú, Fólks og og maður svo er með náttúrulega miklu rannsókna. nær sko pólitíska stíginu þarna því að það sem Einmitt. við erum raunverulega mitt hlutverk það var að móta tillögur rannsóknir sem myndu styðja við stefnumótun á Norðurlöndunum og til dæmis er ég nú bara pínu stolt af því að Norðurlöndin hafði ekki unnið með ferðamála áður nema bara alveg svona í jaðrinum. Sem er áhugavert að við hugsa tímaskalan hana. Já, akkurat, en ég svona sá það alveg að það var eitthvað sem að vantaði verulega að vinna með. Við höfum unnið svolítið með til dæmis svona byggðamál út frá til dæmis búsetu, þá var svona second home eða frístundabyggð sem hluti að byggðaþróun sko. En síðan þarna kannski var þetta líka svo nærtækt í heimsfaraldrinum. Þannig að ég vann þarna bæði með svona hliðarreikninga ferðþjónustunar af því að þarna sko bara lágu ferðamálin svolítið í doða og menn hafa píldi glimt í að þetta er þetta mjög mikilvæg sko efnahagsleg breyta í samfélögum víða og ekki síst hér á Íslandi. Akkurat. Þetta er bara okkar helsta útflutningstekjugrein sko í dag. Og svo vann ég líka með þá svona breytt hvernig heimsfaraldurinn gæti hugsanlega breytt bæði hugafari ferðaþjónustu aðila á dreifbýlissvæðum en líka hugmyndu ferðamannanna sjálfra hvað er dvöl, hvað er svona gæða dvöl á ferðalagi. Já. Og þannig að við tókum svona púlsinn á áætlanagerð á öllum Norðurlöndunum ferðamál og komumst í miður reyndar að því að það voru allt of fá svæði að hugsa svona til þess hvað væri sjálfbær ferðamálaþróun. En það var samt mjög gaman að sjá að víðsvegar er verið að gera ferðamála áætlanir svæðisbundnar til næstu 10 ára. Þannig að við erum með þarna ákveðna svona þá ákveði yfirleitt yfir hvernig menn að hugsa þetta á svæðunum sko. Og þá svona kannski svona til að hnýta þetta við byrjunina þá er þetta svona áframhalda að fylgjast með þessum samfélagsbreytingum sem eiga sér stað og ferðaþjónustan er greinilega ennþá svona að vinna sér sess inn í samfélagunum. Já. Þannig að Einmitt. Já, ég hef haft Mér hefur fundist áhugaverð umræða hér á landi hvað hún hefur orðið píldi neikvæð. Við þurfum kannski píldi svona núanserari umræðin inn í samfélagið eins og að því að sko fyrir 20 árum síðan þá var rosalega mikil vakning í til dæmis út á svæðinu hvernig menn voru að uppgöta aftur ákveðið svona menningararf og virði menningararfsins. Og ég held að þetta sé bara, þú veist, þetta eru ákveðið svona gullegg í körfuna sem við megum alls ekki gleyma að þarna við bara þessi þróun hún mótaði líka sjálfsmyndina okkar til hins betra. Og einhverju leiti drifin áfram að ferðamennskunni. Já, akkurat. Og ég til dæmis held að ýmsar svona skapandi greinar eigi mjög mikið undir því að við séum með svona uppbyggilega ferðamálaþróun hér á landi. Hönnun, listir, allt mögulegt. Þetta er svo samofið. Viltu köllum eftir því með þér, blæbriðaríkari umræðu ferðamál almennt. Já, einmitt. En eru við ekki að falla á tíma og Já, ég held við erum komin eins og við getum svo haldið áfram. Já, örugglega. Það er líka svo stort og líka mér finnst þetta svo áhugavert að heyra hversu langt þetta er búin að vera í gangi þessu umræðum og við erum ennþá ekki komin laus. Komum alltaf að því aftur og aftur. Já, ég held reyndar að þetta sé svona, þú veist, þetta er örugglega viðfangsefni sem maður þarf að sífellt að vera að endurskoða. Já, einmitt.
Og þetta er líka gott lokaord, finnst mér, af því að vonandi getum við bara bjóða þau aftur setna í þessi podcast og endur skoða þetta. Já, við þurfum að ræða þetta með þessa sjálfbærni hugmyndir í stefnumótunar áætlunum hér og það er mjög mikilvægt, rosalega mikilvægt. En bara kæra þakkir fyrir komuna og að deila þessu með okkur. Takk, Anna. Takk.